Góðan og blessaðan daginn og takk fyrir fundinn, fundarstjóri og frummælendur. Það búið að vera afskaplega gagnlegt og mikið af góðum upplýsingum sem að hér hafa komið fram og ég kom hér til að hlusta og síðan til þess að bera áfram þær upplýsingar sem hér kemur til mín samstarfsfólk á þinginu sem er nú með þetta mál til umfjöllunar. Ég sit ekki reyndar í atvinnuveganefnd sem að fjalla málið en þar situr þetta margir sem ég þekki og vinn með sem að mun koma þessu áfram til. Ég hef búinn að funda með Útvegsmannafélagi Vestmannaeyja einu sinni, fékk gríðarlega mikið af góðum gögnum sem ég fór með og kynnti fyrir mínu samstarfsfólki. Það er einhverju viðbætur sem ég sá hérna í dag og það er búið að lofa mér því að ég fái þær glærur sem að hérna eru til þess að koma þeim á framfæri. Þannig að fundurinn er orðinn strax verulega gagnlegur minnst fyrir mig og ég vona að það verði líka fyrir málið í heild sinni. Ég kannski að því ég er eiginmaður, ég veit það ekki, ég er ekki svona rosalega svartsýnn eins og hér hefur verið málað upp í svörtustu myndunum. Það eru blikar á lofti og það er eins og Stebbi talaði um áðan eins og óvissa og Guðmundur talaði um það líka, hvað óvissan ein og sér getur verið erfið fyrir þá sem er í rekstri. Þannig að því fyrr sem að það liggur fyrir hvernig þetta mál verður, því betra fyrir alla. Það er vont að vera í óvissu mjög lengi, ég held að það sé eitthvað sem að þeir sem hér hafa talað og reka þessi glæsilegu fyrirtæki þekkja vel. En ég ætla svo sem ekkert að vera með einhvern innblástra ræður hérna, ég ætlaði bara að segja ykkur þetta, ég er búinn að hlusta, ég er búinn að fá gögnin, hef áður tekið við gögnunum, hef kynntu fyrir þeim stjórnarþingunum sem sita í atvinnuveganefndinni og átt við þau gott samtal og hef alveg komið mínum áhyggjum á framfæri í því sem að snýra að Vestmannaeyjum og Suðurkjördæmi. Og bara eins og ég sagði upp í höll og Kristrún hefur sagt líka, við sögðumst alltaf að hækka veiðigjöldin, við sögðumst ekkert að gera það svona hratt og það er það sem ég hef áhyggjur af í málinu í heild sinni, að við sjáum raunverulega hvað afleiðingarnar eru og hver áhrifin verða og ég er að vona að vinna atvinnuveganefndarinnar að muni skila okkur því að áður en að þetta mál kemur inn til annar umræðu í þinginu, hvort sem verður fram í Villifelli Spánar eða fyrr, að þá liggi þetta betur fyrir og við vitum nákvæmlega hvað það er sem við erum að fara að samþykkja í þinginu. En bara takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir að taka vel á móti mér. Takk.